Velkomin í sportþáttinn hjá TV Phonic. Við förum víðan völl og kíkjum annars á CrossFit. En fyrst ætlum við að byrja á Coca-Cola og Dominos-mótinu hjá Þór. Walk into the refrigerator, doors closed, lights are out, but it's getting hard. Why is making pie? Pizza, pizza pie! Every minute, every second, pie, 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 pie! Orders from the pie! Pizza, pizza pie! Every minute, every second, pie, 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 pie! Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive chives. Af hverju þetta mót á sama tíma á Reykjavík? Ástæðan fyrir því að það pása í Íslandsmótinu í yngri flokkum og við erum í rauninni vikuna á undan Reykjavík. Hvað eru mörg lið á mótinu? Það eru 27 lið. Hvernig hefur ykkur gengið á þessu móti? Við erum ekki búin að keppa neitt leik. Illa. Við tapa einum. Og móti hverjum var það? KR. Og hvenær er það fyrsti leikurinn ykkar? Bara 12. Já. Á móti hverjum er það? Fjarðabyggð. Hvað eru sirka margir þátttakendur? Það eru 300, rétt rúmlega 300 krakkar sem eru að koma að og svo erum við með rétt rúmlega 100 sem eru Þórs og K.A. krakkar. Þannig að þetta eru rúmlega 400 krakkar. Nú eru þið með 2 dómara kerfi. Af hverju er þannig? Ástæðan fyrir því það að það er spilað á 50 og föstudegi og það eru bara allir í vinnu og mjög erfitt að manna 3 dómara kerfið. En á laugardeginum þá ætlum við að hafa 3 dómara kerfi í úrslitaleikjunum alla laugardaginn. Vildið þið fara á Reykjavík eða þetta mót? Reykjavík. Hvers vegna? Ég held að það sé bara skemmtilega. Það er í Reykjavík. Hefðu þið frekar viljað fara á Reykjavík? Nei. Hvað þarf eiginlega marga starfsmenn svo svona mót gangi vel fyrir sig? Það þarf mjög marga og það eru allir foreldrar krakkana sem eru að keppa mótinu frá Þór. Þau eru að taka vaktir fyrir okkur í skólunum og hérna á svæðinu, bæði í þrifum og gæslu og hinu og þessu. Og ég myndi giska á að þetta væri kannski svona 75 foreldrar sem eru að vinna sjálfboðavinnu. Og svo erum við með mótstjórnina og þar eru menn að vinna sjálfboðavinnu líka. Og við erum örugglega hátt í 10 þar. Og svo eru stelpur úr 3. flokki sem eru að hjálpa okkur líka. Þannig að það eru fjölmargir sem koma að þessu. Og núna er stórt ball í endan, ætlið þið að mæta á ballið? Já, örugglega. Ég er mætt á ballið. Ætlaði að vera alveg brjálar á ballinu? Alveg klikkaður. Eru fleiri lið að mæta á þetta mót en Reykjavík? Nei. Þetta er í fyrsta skipti sem þetta er haldið og þetta er svona hæfileg stærð til að byrja. En vonandi getum við stækkað aðeins á næsta ári. Og vitið þið eitthvað úr hvaða liði sætustu stelpunir eru? Nei. Úr hvaða liði eru sætustu strákarnir? Já, K. Hefur þetta mót gengið við bara hingað til? Já, það hefur bara byrjað mjög vel og ég held að krakkar séu mjög ánægðir. Takk fyrir. Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive chives. Need therapy, therapy, advertising causes need therapy, therapy, advertising causes need therapy, therapy, advertising causes. Akureyramótið í golfi fór fram í síðustu viku. Aldrei hafa verið fleiri keppendur en alls tóku 188 manns þátt að þessu sinni. Örvar Samúelsson sigraði í meistaraflokki karla á samtals 298 höggum. Örvar lék sinn besta hring á lokadeginum þegar hann spilaði á 67 höggum, en það var jafnframt vallamet síðan að völlurinn var endurbyggður. Næstur á eftir Örvari var Ólafur Auðun Gylfason sem lék á 308 höggum. Stefanía Kristín Valgeirsdóttir sigraði í meistaraflokki kvenna á 339 höggum, en hún sigraði Stefaníu Elsu Jónsdóttir með 4 höggum. Bandaríski markmaðurinn Josh Wicks hefur samið við Þór. Wicks, sem er 28 ára gamall, mun spila með Þór út tímabilið, en hann var áður að mála hjá finnska liðinu EFK Mariehamn. Wicks er þekktur fyrir að vera stór í skapi, en hann var settur í 5 leikja bann þegar hann spilaði með DC United eftir að hafa stappað á mótherja sínum Freddy Montero í leik gegn Seattle Sounders. Josh var orðinn besti markmaður næstefstu deildar í Bandaríkjunum, USL, og í kjölfarið samdi hann við stórlið LA Galaxy þar sem hann spilaði með hennum fræga David Beckham. Þar spilaði hann aðeins 6 leiki en hann var keyptur til DC United. Þaðan lá leiðin svo til Evrópu þar sem hann var fenginn til EFK Mariehamn. Þar spilaði hann við góðan orðstír og samkvæmt heimildum sportþáttarins þótti tækifæri til að fá hann hingað til Akureyrar of gott til að hægt vera að sleppa því. Síðustu helgi fór fram meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum. Þar sigraði Hafdís Sigurðardóttir í langstökki, 100 metra hlaupi og 200 metra hlaupi. Hafdís kom langt fyrst í mark í 200 metra hlaupi á tímanum 24,35. Í 100 metra hlaupi
kom hún á tímanum 11,93 og í langstökki stökk hún 5,89. Þá er nóg komið af fréttum. Við ætlum að kíkja í CrossFit þar sem við tókum létta keppni. CrossFit hefur verið mikið í umræðinni núna þessa daga vegna þess að Annie Mist varði heimsmeistaratitil sinn í CrossFit. Við litum við í CrossFit Hamar og kíktum á hvernig þetta virkar allt saman. And the women are on the bar, and we are off. Hvað snýst CrossFit? CrossFit is it's about using all the best kind of exercises that produce the best results. A CrossFitter is good at lifting heavy and running a long distance. So like a marathon runner might not be able to lift very heavy weights, and a heavy weightlifter might not be able to run very long, but a CrossFitter will be able to do both. Hvað hefur þú afrekað í CrossFit? You mean, have I competed and things like that? Yeah, I've been competing in CrossFit since 2009. Been on quite a few competitions. It's a sport for me, so it's something I enjoy. It's what I do. Hvernig ganga heimsleikarnir í CrossFit fyrir sig? For me, well, I didn't make it to the World Championships. I tried. The whole process started in February this year with like an online CrossFit competition, and after that there was some European CrossFit Games, which I qualified for. And to qualify for the World Games, you have to finish in the top 3 in the European Games. I was in 6th place. Missed it by 3 places. Hvað ertu búinn að vera lengi í CrossFit? Started in 2007, I think. And ever since then I've been doing CrossFit. Hvað ertu búinn að vera að þjálfa lengi? Started training CrossFit in a real CrossFit station in 2009. But before that, in 2007, 2008, I was training regular people in an ordinary gym. CrossFit exercises before anyone was really doing it in Europe. Ok, takk kærlega fyrir. Ég kláði ekki að stíka hálfum.